International Love syngur Pitbull þátturinn FN95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og eins og alltaf miðvikudaginn og þá lítill sætur drengur sem heitir Píru Jóhannsson Fusion með mér. Hæ. Hvað segirðu? Jú, hakkaði fyrir að spyrja allt fínt bara. Þú varst að segja með það hérna, þú mjög bjartsýnn á sigur á eftir. Já, nei. Í karaoke-keppninni? Já, ég bjartsýnn. Þú varst að segja mér þú væri búin að segja einhvern stórkostlegan íslenska texta. Nei, ég samt ekki bjartsýnn alveg í gegn. Ég búin að heyra lagið þitt líka, sko. Þú ert bara búin að heyra textan, kallinn minn. Já, og lagið. Já, veist hvaða lag það en við náttúrulega eftir að syngja það. Já, ég veit hvaða lag þú ætlar að taka minna í, sko. Já, það ekki nóg. Hún alltaf að miskila allt sem ég segi. Já, það mjög auðvelt að miskila þig, Pétur. Já, það vegna þess að ég er með svo stóra tungu. Það nú ekki það eina sem að ég er með stórt. En það önnur saga, klukkan svo lítið. Ekki það pallleikurinn á þér? Nei, en þú veist auðvitað að það fleira sem er stórt á kallinum. Já, það hefur aldrei farið fram hjá mér. Já, ég fór í sund í gær, ég fer oft í sund, sko. Og þar var eftir sem áður hvern að klæði mig úr fötunum bara með augunum, sko. Þetta er skömmas. Það er alltaf lendi í þessu. Sátu í heita pottunum einhverja 6-8 saman, einhver saumaklúbbur örugglega. Það er bara hættu að tala saman. Djúvill pirrandi. Bara þegar ég var að labba framhjá. Allar bara. Að klæða það úr með augunum. Já. Sagður eitthvað eða? Ég sagði, ég hef tilfinningar, sko. Hætti þessu. Ég ekki bara tilfinningarlaust vöðvabúndstelpur. Nei, það er ógst að pirranda því að þú hafði gaman að þessi gamla dag. Núna áttu náttúrulega konu og börn og það er ekki að sama fyrir því að lendi í þessu. Nei, þú veist, þegar maður tvítu ekkert mál. Þetta er óþægilegt í dag. Hvað hét áttu bíllinn svo ótti þú varst að reyna hérna að fá flottasta gaurinn í skólanum til að hanga með þér? Hvað hét hann? Hvernig bíl áttur áttur? Thomas? Nei. Já, Súkan. Suzuki Swift, 1300 GT Twingan. Já. Það var svaðalugum. 101 hestar, sko. Og það átti að hjálpa þér til þess að fá alla stelpuna með rundin og svona. En einast þegar þú varst að lendi og þú varst að keyra öllum heim á böllunum. Já. Öllum íþróttamönnunum og alla stelpuna sem voru með þeim. Já. Og gera köttin á sama tíma. Þú varst alveg svona litli leigubíllið þeirra. Það er eitthvað sexy við það. Það var yndislegt. Stútfullur þáttur í dag? Já, veist það, við erum með svo góðan þátt að það ætti að rukka fyrir þáttur í dag. Rendum með okkur yfir það. Hvað ætlum við að gera? Á ég að renna með þér yfir það? Já, segð okkur. Ég ætla að byrja að segja frá því að snillingurinn og meistarinn Þorsteinn Guðmundsson hefur komið inn til okkur eftir. Það eru fáir í Íslandi sem vita meir Eurovision hann og hann ætlar að ræða við okkur okkur Ísland á að skrá sig í Eurovision eða ekki. Svo erum við með, uppáhaldskarakterinn minn, það er þegar Pétur Jóhann ringir brjálaður út af öllu sukkinu og svínaríinu og hann lét bankana heyra þann daginn en í dag þá lét hann lífeyrissjóðana heyra það. Enda sama djöfisir sukki á þeim og hinum. Það er alveg sama hvað dreppiði niður. Þetta liður sukkand og svínandi. Það er allir með öllum. Allir með öllum. Þannig að þið heyrið þeim bítra reiða mann á eftir þegar hann ringir í lífeyrissjóðin. Það er virkilega skemmtilegt. Svo er karaoke-keppnin okkar pjesa. Þar sem við íslensku lög og syngjum eins og englar. Það syngjum allavega. Og svo erum við með 2 nýja dagskrárliði. Annar heitir Hvað er klukkan og hinn heitir Hvernig er veðrið úti. Þannig að það er spikfeitur þáttur í dag. Mikið hlakkaði til. Já, ég líka, veist það. Við nota þetta tækifæri og bara þakka Guði. Það verður ógeðslega gaman hjá okkur í dag. Ég er að segja það á að rukka fyrir svona þætti. Getum við það? Nei, þetta verður náttúrulega bara í beinni og... Já, en ég meina bara að láta hlustendur hringinn og hendinn á okkur 5 úr skall. Bara svona fyrir ógeðslega góða það. Já. Við erum ekki enn búin að fyrir bingoð okkar, mannstu, við ætlum að prófa fyrir bingo. Alveg hérna, er ég út að dreifa spjöldum og þú er inni með svona kúlu. Það er B7. Það er eitthvað með B7 á móti. Það held ég að geta orðið skemmtilegt útvarpsefni og ég er vissum að þeir sem stjórna þessari stöð, Heiðar Austmann og Brynjar Már. Herðu, og Svalinn bara farinn. Hvað er að gerast, maður? Já. Hefur ekki að taka mínútu þögn? Jó. Nei, það er búið. Nei, þetta var sekúnda. Já. Ég var að tala mínútu. Herðu, hann er farin okkur útvarpstöð sem engin hlustar á? Ég spáði að hann veri komin aftur eftir svona 8 mánuði. Syngur Kevin DeGraw, það fjallaði flest öll hans lög einmitt eitthvað slíkt að við heima saman eða ég er ekki komin yfir þig eða... Ég er mjög ánægð með þetta hjá þér Auðun að þú tekur sko, þú veist, þennan titil Not Over You og útskýrir hann svolítið fyrir okkur, fyrir hlustan og þetta er nefnilega vannmetið sko, það er fullt af fólki þarna úti sem að veit í rauninni ekkert hvað Not Over You þýðir. Nei, akkurat, en svo er líka ekkert allir sem vita það öll lögin hans fjalla einhvern veginn þetta. Hefur mannst eftir laginu We Belong Together. Já. Það var einmitt Kevin DeGraw líka. Það var Diane DeGraw. Já. Nei, hvað heitir hann?
Gavin DeGraw. Gavin DeGraw. Ok. Akkurat, já, og ég þannig að taka fram að auðvitað óska ég Svala allsins besta á nýjumstað. Ekki ég. Mikið snillingur þessi. Ekki ég. Ég ætla bara að taka skýrt fram hér. Ég óska honum ekki velfarnaðar í starfi. Bara hann geti bara prumpað í rassinn á sér og gangi honum bara illa í öllu sem... Nei, ég er að djóka. Svali góður strákur, það er þetta lítið Svala. Hvað segirðu? Ég segi Svali svo góður strákur, það er ekki hægt að tala illa mann. Já, ég var líka bara að djóka. Ég veit það bara eins og þú gerir, það er það sem þú gerir í lífinu. Hei, þetta er kallinn. Ertu ekki að sjá þetta? Sér þetta andlit? Já. Heldur þetta andlit sé alltaf eitthvað bara í einhverju alvöru rugli? Hvernig er svo þú ert... Auti, sér þetta andlit? Ég sé það. Hann er að grillja þér þessu. Já, auðvitað. En fólkið að núti, það sér ekki andlit. Nei, ég veit það alveg, maður. Ég meina, þú veist, þetta er leikur að tölum orðum, blöð. Áttu erfitt með að vera alvarlegur á heimiliðinu. Nú erum við nú að ræða heimilisvenniðinu daginn. Já. Þú útskýrði fyrir mér daginn að þú væri svona flipparinn á þínu heimili. Já, ég er flipparinn. Já. En hvað fólk er bara deyja á hlátri hana heima. En hvað gerist þá ef að dætu þínar eru búin að haga sér, þetta menns kannski búin að fá sér smók út í hotni eða dottnar í það eitthvað? Já, 12 ára. Já, ok, þú veist, ég er að tala kannski í framtíðinni. Já, framtíðinni. En hvað gerist þegar þú þarft svo að vera alvarlegur á þínu heimili og láta þær heyra það? Er það ekki bara sprungi og hlátri? Jú, það er hlæja bara þeim, mann. Ég kem átt svona inn í herbyggi svona. Hvað hlýði ekki nefnir sem ég er búin að segja við ykkur? Það var taka til þetta og gera það strax. Svo lokaði hurðinni, það heyri ég svona. Hlæja bara inn í herbyggi þegar ég er búin að loka hurðinni. Þannig að þetta er sorglegt. Já. Þannig að ég ætla að fara að breytast, ég ætla að fara að vera töff, cool og reiður. Já, ég hef náttúrulega oft spáðið þessu eins og bæðið með þig og Sveppa, spáðið lítið með sem var Sveppi, þegar krakkarnir hans eru með einhver börn í heimsókn. Já. Svo kemur allt í hennu bara algjör Sveppi inn að skammaðu. Já. Það gengur ekkert. Passar ekki saman. Nei. Það þarf eiginlega bara að vera, bara með einhverja barnapíu. Já, Íris, bara konast, það er eiginlega að sjá þetta. Bara einhvern svona Mr. Nanny. En ég er samt verið að taka undir þetta með dætriðinum að eins og alltaf bæðið þunum umfyrirkað úti og þú erum að vinna saman í strákunum annað þegar þú varst reiður við mig. Þú elskar það. Já, ég bara finnst fátt fyndnar en að sjá þig svona brjálaðan og reiðan og þú ert ekkert eins og svona grínast, þú ert bara lúkslega reiður og maður sér þig bara eitthvað svona kinnandra að verða eitthvað svona stærri og búltulegri og ég er ekkert eitthvað að fýblast núna. Þá bara að græti úr lætri. En kinnarnar hristast. Já. Af því að þú verður svo lekt að reiður. Já, ég veit að Þannig að það er mjög erfitt að vera álæglega. Herðu, trailerinn minn fyrir slúður er ekki kominn, þannig að ég ekki bara fá eitt lag og svo hendum við í gott slúður. Þorsteinn Guðmundsson á leiðinni, brjálaði gaurinn hringir í lífeyrissjóðuna og já, það er bara karaoke-keppni, það er ómikið að vera hjá okkur í dag. Wow, Blackout, Breathe Carolina. Herðu, og svo Ricky Martin. Það styttist í að Þorsteinn Guðmundsson heiður okkur hérna með nærveru sinni mínum að þetta sá allra fyndnasti en það er hins vegar komið núna að slúðrið í FM 95 blöð. Var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 blöð. Það er hárrétt að húsfélagið Frostafold 20 sem býður upp á slúðrið hérna í FM 95 blöð. Já, komið þið sæl og velkomin í slúðrið. Sannur Eður að setja þetta með ykkur og Auðun Blöndal. Hvað er svona nýjast í slúðrinu? Erum við að fara austur um haf eða? Já, við ætlum að byrja austur um haf. Það er eins og flestir vita orðin nú í dag þá er Baltasar Kormákur orðin virkilega heitur leikstur að út í Hollywood eftir að hafa slegið gegn með kontraband. En nú er það eins og verið að koma í ljós að hann er sennilega að fara að fá Denzel Washington í sína nýjustu bíómynd. Þannig að það verða Denzel Washington og Mark Wahlberg sem munu leika aðalhlutverki í Two Guns sem er mynd sem er búið að biðja Baltasar að gera. Já, þetta eru svakalegar fréttir. Já, og það vil svo skemmtilega til það þegar Balti var einmitt hérna hjá okkur í viðtalum daginn í FM 95 blöð. Þá myndist hann á að Denzel Washington væri einn af svona hans drauma leikurum til þessa leikstýra. Enda hefur Denzel Washington unnið, tvenn Óskarsverðlaun og er að mínu mati held ég bara besti leikari í Hollywood. Er ekki einhver ný mynd með honum, Denzel Washington? Jú, það er að koma einhver ný mynd með honum núna og einhverjum öðrum hérna, hvað heitir hún hérna? Ryan Reynolds. Já, Ryan Reynolds, mikið óbúslega það myndalögu maður. Er það? Já, mér finnst það. Hvað er svona myndalegt? Ég veit ekki, mér finnst hann og þessi Ryan Gosling hérna, no homo samt, mér finnst þeir tveir alveg með þetta. En ég meina hvað er það sem að þeir eru myndalegt? Bara þeir einhvern veginn með þetta. Já. Og hvað fær mann til að finnast annar maður myndalegur? Ég er ekki mikið að spá í því, sko. Nei, en ég meina, getur þú nefnt eitthvað, ég meina, þú veist, hafa þeir eitthvað fram yfir mig?
Já, nánast allt. Eins og hvað? Vöxtinn. Ég með sama svipaðan vöxt og Ryan Gosling. Nei, veistu það, þú ert svona eins og Ryan Gosling eða væri búið að þjappa honum saman. Það ekki rétt í það. Það kemur svona eitthvað svona human dose þjappari. Það var þungt yfir, rosalega þungt yfir, finnst mér í dag. Svakalega þungt maður. Ef það kemur eitthvað svona risastór dósa þjappari, myndi taka og setja Ryan Gosling inn í hann, hann svona kremja, þá verður hann svona ansi líku þér. Já. Og hann myndi líka setja á sig gleru og lita hára á sig dögt. Já, ég ekki samanlegaður. Nei, þú veist neina þessu ekkert sólíkjar. Ég held að þú sett bara eitthvað, neikvæður þetta. Nei, ég mjög jákvæður. En áfram höldum við í slúðrinu og já, þú ert með meira slúður eða ekki? Jó, og setna slúðrið fjallar hann David Beckham, en hann virkilega nægjusömmur og segir að hann þurfi ekkert fleiri en 3 góða vini. Hann segir eftir að maður er svona ríkur og frægur þá sé svolítið erfitt að treysta fólki og hann hleypir ekkert hverjum sem inn í líf sitt. Og kappinn viðurkenndi á dögunum að hann á einungis 3 góða vini og þetta eru þeir Tom Cruise, umboðsmaðurinn Dave Gardner og fótboltamaðurinn fyrirverandi Gary Neville. En já, þetta eru svona 3 vinir hans, þetta eru bara 3 einu vinur hans, segir hann, eða svona góðu vinir sínir. En viðurkennir að prinsarnir 2, Harry og William, séu einnig mjög góðu vinir sínir, en ekki bestu vinir. Það er ekkert annað. Nei. Það er ekki bara alveg nóg að eiga 3 góða vini? Jó, ég hef haldið það, sko. Já, það líka verður ekkert mikið dýrar en að eiga bara Tom Cruise og Gary Neville sem vinir sína, sko. En ég meina, varð Tom Cruise ekki bara vinur hans þarna úti? Ég meina, hann er breytti, sko. Já, ég veit það. Þetta var pínu þannig eitthvað. Herðu, David Beckham var að flytja til Hollywood. Best að verða besti vinur hans. Já. Það er bara 4 ár síðan eða eitthvað. Já. Þannig að þú veist, þetta er alltaf rótgróin vinur. Nei, það getur ekki verið. Tom Cruise. Hvað með alla gömlu góðu skilur áður en að fóra að spila? Já, hann náttúrulega ólst upp með Gary Neville í Manchester United, sko. Þannig að þeir eru búin að vera saman þeir voru guttar, sko. Já, ok. Og þeir eiga sögu saman. Já, hvað áttu marga svona góða vini, Pétur? Já, reyndar alveg marga, sko. Já, sama hér. 3 er ekki nóg fyrir mig, sko. Nei, ég hef alveg bunkað þessu. En ég menna, þetta er líka miklu minna samfélag hér. Já, hérna er... Ísland er lítið samfélag. Og létt að treysta fólki. Já, og bara allt öðruvísi, sko. Já, það var náttúrulega margir vinir þínir nýtt sér frægð þína og peninga, Pétur, maður eru alveg verið vitni að því. Já, þannig að maður þarf að velja og hafna, sko. Þú veist, maður þarf svona, já, veistu, ég bara nógu marga vinni og eitthvað svona, þú veist, ég hef alveg sagt þetta við fullt af fólki, sko, sem er svona komið bara og vill hanga með manni, sko. Já, bara láta þið taka köttinn og velsögin og svona. Já, heldur betur, elsku kæri Uddi minn maður, Guð verið með þér, ég er svo margótt búinn að hrista fólk af mér maður. Ég, veistu það, ég hik ekki við það, ég segi bara, horfi bara í augun og fólki og segi bara, heyrðu, ég á nógu marga vini. Gerðu það fyrir mig, gerðu sjálfu þig greiða og mér í leiðinu og allir í þjóðinni, fyndu þér annan vin. Það er fullt af fólki sem kann að gera köttinn. Ég ætla ekki að fá leið á þessu lagi, hrikalega öflugt lag þetta með Kanye West og Jay-Z. Herðu, Þorsteinn Guðmundsson er að koma sér fyrir hérna í stúdíunni hjá okkur Pétri, þannig að, já, við ætlum að hoppa í auglýsingar og tala svo við þennan mikla snilling. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Brynjar Már kynnir 20 vinsælustu lögin á landinu í dag. Og Erna Hrönn tekur á því helsta sem er að gerast í heimi frægafólksins. Þú getur tekið þátt í kosningu listans með því að skrá þig í FM Plus inn á fm957.is. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Úrilla Górillan kynnir Heineken Bingo 50. kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. We are family. Febrúar er fjölskyldumánuður á American Style. 12 ára og yngri borða frítt allan febrúar. American Style. Mokum út 400 milljónum. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Nýtt í bíó, Safe House. Frost, the most dangerous man alive. Mögnuð spennumynd með Denzel Washington og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. You're not gonna get my head. I'm already in your head. Safe House. Been waiting a long time for this. Frumsýnd á föstudaginn í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Tryggðu miða á risaleikin Manchester United Liverpool í þrívídd í Smárabíói á laugardaginn. Miðasala hafin á miði.is. Smárabíó og Stöð 2 Sport 2 saman í þrívídd.
Nú tvennu tilboð á Dominos pizzum. Þú veist, kaupir eina pizzu og brauðstangir og fara eina fría, ef þú sækir pakkan. Gargandi, vaðandi, dundrandi snilt. Dominos 5812345. Sommersby kynir Konukvöld á English Pub 5. daginn 9. febrúar klukkan 8. Léttar veitingar í boði og frábær tilboð á barnum. Happrætti, höframaður, tískusýning frá Arfleið og Gammi og Sigga Kling sér stuðið. Addi og Ingunn trúpar sjáum tónlistina fram eftir kvöldi. Allur ágóði af kvöldinu rennur til bleiku slaufunar. Ekki láta þig vanta á skemmtilegasta konukvöld ársins og styrka gott málefni. English Pub við Austurvöll. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnir þig kynslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. FM 95 blöðu með ykkur hérna á FM 957 hér framöndan karaoke-keppnin brjálaði einstaklingur sem heyrir í lífeyrissjóðunum og fleira en hingað til okkar komin Þorsteinn Guðmundsson, einn af mínum uppáhalds grínistum og leikurum. Ertu velkominn, Þorsteinn? Hæ, takk fyrir. Hvað segir þú gott? Fínt bara, ég var að tala hérna Sigga Storm. Já, hvað með Sigga Storm? Stundum þegar ég sé hann í blöðunum, þá finnst mér þetta að vera ég. Ég hef hérna, hver anskotin, hvað ég að tjá mig og eitthvað svona. Já, byrju, hvað mynd af mér í blöðunum? Já. Og hérna, það ekki. Nei. Siggi Storm, hann ekki komin í pólitíkinn núna? Jú. Hann orðinn áberandi núna. Já, það verður góður í því, sko. Hann svona róandi og svona... Já, það verður vitlaust veðurkrakkar og passa ykkur á því að vera í reggölum og svona. Já. Hann er með ágætis reynsla að tala við liðið. Já, tala fólk niður, tala fólk upp og niður, þú veist. Þannig að þú heldur að hann verið góður pólitíkus? Ég held að það verið frábær. Já, ég meina, hann er... Í alveg tala, ég held að verið algjör snillíkur. Þetta er líka... Algjör gargandi snillíkur. Þetta er líka ekkert svo ólíkt að vera í pólitík og sjá veðrið á Íslandi. Þú veist aldrei hvað gerist og þú lýgur bara einhverju. Já. Bara svona giskar á bara hvað er að fara að gerast. Já. Mér finnst að fallegast er að segja að það eru vitlaust veður. Já, stormur. Nei, eins og að eigi að vera eitthvað rétt. Eins og sé til eitthvað rétt. Það er vitlaust. Það er vitlaust veður. Já. Skilur við. Hvað veður er núna? Veðrið sem við spáðum var ekki rétt. Já. Það er vitlaust veður. Mér finnst það alltaf. Já. En hvað finnst þið með Pál Óskar? Nú ertu komin inn til að ræða við okkur Eurovision, en það einn mikill áhugaður Eurovision, Þorsteinn. Ég hata Eurovision. Hatar það? Já. Hvað með komst hérna undir þeim eitt gott við Eurovision. formerkjum? Að þá fæ ég að vera í friði. Nú. Að þá fyrir allt fólkið mitt, fjölskyldan, inn í stofu, horfa á þetta drasl, þá get ég fara að leika mér fram í eldhúsi, spila og gítar eða... Horfður ekki eins og ná Eurovision eða? Nei. Tekur aldrei gott Eurovision party og ert að sippa eins í þig og... Jú. Bara einn í eldhúsu. Þá fara að fæ ég allt snakkið og vínið og allt, skilur við. Já, ert bara einn frammi. Já, og svo kem ég stundum og svona, hvað er nú þetta? Hvaða lag er þetta? Það fara að vera leiðilegur, farið fram, skilur við. Já. Ég einhvern veginn, sko, Páll Óskar vill núna, hann er að berjast fyrir því að verði ekki Ísland taki ekki þátt í Eurovision. Drögum okkur úr keppni. Já, hann segir að hann vona að Íslendingar taki þessa áskorun því að ástæðan er að taka ekki þátt er að fréttis efnis er að borgaryfirvöld í Bakú, höfuðborg landsins, byggja nú glæsihýsi fyrir keppnina sem framfyrir í maí með því að reka bláfátækt fólk með valdi út úr hreysu sínum og jafna svo heimilegra við jörðu. Já. Þetta er svona... Ég finnst reyndar, sko, Palli, mér finnst hann bara algjör snillingur. Og hann er að koma með eitthvað svona, þá skulum við hlusta og ég held að það hlýtur að vera eitthvað til í þessu. Þá skulum við hlusta. Já, ég hlusta á Sigga Storm og Pál Óskar. Já, og það er líka Páll Óskar, hann er náttúrulega, hann elskar þessa keppni, þannig ef hann vill að hún sé ekki haldið, þá lítur að vera góð ástæða fyrir því. Mikið að segja. Já, þannig að fyrst að Páll Óskar er að halda þessu fram, þá hefur við bara treysta því. Algjörlega. Ekki hugsa það. Helst ekki hugsa það. Bara draga okkur úr keppni og bara ekki orðum það meir. En hvað er Þorsteinn Guðmunds að gera þessa dagana? Svona í lífinu? Ég eða einhvern annar, einhvern svona. Bara þú? Það er eitt Þorsteinn á Patreksfirði, sko, ég veit ekki hvað. Ég fór inn á Facebook daginn, það er fullt af Þorsteinn Guðmundsson. Já, ok. Áttu marga? Hvað er þið margir? 3. Eru þið 3? Ég held það. Ertu í sambandi við þá? Nei. Þú ert ekki í sambandi við þá, nei? Nei, ég er ekki þar, skilur þú? Nei, þú ert ekki. Ég bara hugsa hvort að þú ert hættur á Facebook? Já, fyrir löngu síðan, mörgum árum. Af hverju hættur þú?
Af því Facebook voru á lítil fyrir mig. Það var þrengt að mér. Já, þú sprengdi hana. Nei, alveg talað, þá var alltaf fólk að tengjast mér sem ég vildi ekki tengjast. Og mér leiði svona eins og ég var í Kringlunni og fólk var alltaf að skipta sér að mér og segja mér frá okkur sem ég vildi ekki vita. Og þú veist, það lappi Kringlunni. Herðu sæll félagi, ég lendi í einum daginn og eitthvað svona, ég vil ekki tala við þig. Já, ég nenni ekki að heyra þetta. Nei, og maður sem fór að rífa kjaftið mig og sagði, þú að samþykja mig. Ég veit ekki hvað þú ert. Já, ég aðdáandi. Ég mikill aðdáandi og ég samþykki á einhverjum meðvirkni. Daginn eftir þá sé ég þetta rasisti í Keflavík. Ég hvað ég að gera á þessu neti? Ég ætla að fara... Þú viltir ekki vera vinnur. Nei, þá vil ég vil gera með. Rasisti í Keflavík. Það eru 2 frægir sem ég veit sem hættir á Facebook. Það eru Bubbi Mortens og Þorsteinn Guðmunds. Já, segðu þau. Ég hef aldrei verið þarna neinu viti með hann. Nei, þú ert svo tölvuð fælinni. Já, ég er það. Pétur þetta kynntist nú konunni sinni gegnum svona samskiptasíðu. Já, MySpace. Bara MySpace. Það var miklu auðveldara. Já. Russian Bride. Russian Bride. Hvernig, af hverju þetta segja frá þessu? Já, hún rússnesk, Sigrún. Þetta fyndið. Farið þið ekki stundum með svona síðu, fá svona tilbúð frá Russian Bride? Nei, ég hef ekki. Kannski eitthvað sem þetta var að skoða? Ég held að það sé eitthvað um mig. Ég dreg að mér þessar rússnesku stelpur. Já, eru þeir að senda þér? Hvað? En var áður en þú hættir á Facebook að vera að póka og svona, Steini? Ekki minnist ég þess. Hvað er það? Lítur að vera. Svona, veist, kannski segjum til með Sigrún hans Péturs has poked you. Nei, en það er bara pínlegt að heita hana. Já. Hún er bara all over, Hver? Konaðinn. Já, er hún svona... Hún horfið þannig á mig. Ég get ekki hitt ykkur lengur. Ég get það ekki. Hún horfið rassinn á mig, hún klæði mig úr með augunum. Ég get þetta ekki. Nei, ég ert ekki að grína. Nei, ég get ekki þetta. Hún er alveg svakaleg. Já. Hún er svakaleg, Pétur. Já. Ég er bara að segja það núna. Það er alveg ótrúlegt að maður er með ykkur á djáminu, Pétur. Það er svona langi allt nema þig. Já. Þannig horfur hún í kringum. Ég sé þetta ekki, sko. Nei, ég veit það. Fáum eitt gott lag hérna og svo ætlum við að taka Þorsteinn í hraðaspurningar og fleira. Þá hætti ég ekki að hlusta á kalla. Ég hlusta bara kvenmenn syngja. Já, ok, þetta er þetta kallmann sem syngur þarna. Ó, ég held að það er kona. Nei, þetta er svona, þetta er One Republic. Ég var ekki að hlusta. Kvenlega rödd. Ok. En þú baðst um þetta lag. Já, reyndar. Já, þetta var, One Republic með All Apologies eða eitthvað, ég man ekki eins og hvað heitir leikur. En Þorsteinn sá eftir því. Hann sá eftir því. Hann langaði að fá annar lag. Já, ég er með reynda gott lag handunum hérna eftir. En Steini, ég var nú að reyna að spyrja það, hvað ert að brasa þessa dagana? Já, ég var að koma að fundi með Krabbameinsfélaginu og vinum þeirra. Ok. Og við ætlum að vekja athygli á Mottumars. Já. Þú nú verið svona talsmaður fyrir Mottumars. Já, ég er svo myndalegur. Ég er ímynd karlmannsins. Þú ert líka svo vel máli farin. Já, líka það. Og fólk treystir líka. Og treystir. Já, það er ekki bara. Og það er svona gott að... Og húur húsasmiðinni. Já, og gott að hafa þessinn talsmann. Ef þú hefur þessa eiginleika. Já. Þú getur verið talsmaður fyrir hvað sem er. Já, þú þarf að vinna þess með það líka. Já, eitt sem ég langar að vera talsmaður fyrir. Fyrir utan svona, þú veist, Rauða krossinu eða hvað þetta heitir og allt þetta. Krabbameinsfélagi. Seðlabankann. Já, hann langar að tilkynna stýrivexti. Já, koma fram svona hálfsmánaða frest. Já, og ég myndi vera pínulítið pirraður. Svona, það verða ekki lækkaðir vextir og stýrivexti verða eins. Og kemur einhver, já, mér langar. Ég er ekkert að taka á því spurningum. Ég er að segja þetta, það verður bara svona. Og hvernig er þetta reiknað út? Ég nenni ekki að hlusta á eitthvað svona, ég myndi að æsa mig. Já, þetta er bara svona. Og svo myndi ég segja, vil ég fara út? Ég er búinn með hennar fund og eitthvað svona. Svona er þetta bara. Druddaði upp í þig, myndi ég segja, nei. Já, kannski einum of að gera það, segja það, sko. En ég skil hvað þetta fara. Þetta er svona, þetta er svo þægilegt. Þú kemur inn, þú stjórnar fundinum. Þú kallaðir til þessa fundar. Þú segir út af hverju þessu fundur er. Svo er það bara búið. Menn ekkert að vera samt alltaf ég að setja því að það er, þú veist, það er keks þarna og eitthvað. Já, fá ykkur keks, ekkert mál. Ég er að chilla, skilur. Ég er talsmaður Seðlabankans. Það er ég sem stjórna þessu. Fá ykkur keks, þessi fundur er búinn. Og fólk svona í sundlegum, hvernig verður þetta í næsta mánuði? Ég ætla ekki að segja það.
Það kemur bara fram á blaðamennafundunum eftir 4 vikur. En engin dagur svona eins hjá þér, Steini? Svo veist, þú tekur að þér mismunandi verkefni. Þú ert aldrei í neitt svona fastri... Jú, ég gerir mjög mikið rútínu, sko. Þú ert bakari? Já, ég alveg svo þroskaheftur með það, sko. Ok. Hvernig er venjulegu dagur þér? Síð mér 2 egg, fæ mér skinku og ost, rúlla því upp í 3 rúllur. Ég er nákvæmlega eins alltaf, sko. Ok. Já. Keyri strákan í skólan, segi sömu brandarna við þá. Á leiðin í skóla? Já. Já, nú er það Sprænuborg. Nei, Grænuborg. Já, ég meina Grænuborg, alveg rétt. Þú veist bara sami brandarinn, alltaf. Alltaf þegar ég biðja eitthvað, þá segi ég, nei, þú ert of lítill. Má ég horfa á sjónvarpi? Nei, þú ert of lítill til þess. Of lítill til þess? Þeir verða alveg brjálæðir. Þú ert of mikill stubbur. Hvað er gamlir? Þeir eru 5 og 8 og 21. Og 21, já. Hann fær sama sömu brandarana. Það er hann sem er brandarana líka. Með nýju kærustunni heimsókn og nei, þú ert of lítill til þess. Það getur verið. Já. Nei, ég veit að ég er rosa mikill rútínukall. Svo fer ég að labba með hundin upp í Heiðmörk og tala inn á símann stundum. Svona hugmyndir sem þú ferð og svona. Já, hugmyndir svo áðan. Bjóði til eina auglýsingu fyrir Mottumars, sko. Já. Og þú veist, fer ég viðtöl til ykkar. Hvað heitir hundurinn? Bánsi. Bánsi, það er fallegt nafn. En ertu tilbúin í hraðaspurningar, Þorsteinn Guðmundsson? Út á hvað ganga það? Þá átt að hreinsa hugan, bara tæma hugan, þú getur ekki Ég farið svona áður, þetta er eitthvað dónalegt. Nei, þetta er ekki dónalegt, Þorsteinn, þú heldur alltaf þetta sé sama klámröglið, maður. Þetta er bara, þú veist, akkurat ekki nærbuxum. Já, þetta er bara saklaust lítið fjör. Nei, þetta er bara... Þú ert að menna samt svona eins og sálfræðingur spyr, skilur. Þú ert að tæma hugan og segja bara fyrst að setja þetta í hug og þú getur ekki svara rétt og getur ekki svara vitlaust, skilur. Þetta er bara það sem hún segir, veist, ok, ég myndi spyrja hvað er uppáhaldsdrykkurinn, fyrsta sem kemur í huga væri vatn, en samt væri uppáhaldsdrykkurinn kók. Það var samt ekkert vitlaust svar. Þú ert bara að segja fyrsta að setja þetta í hug. Tilbúin? Ertu tilbúin, Steini? Svakarlega leiðilegur leikur. Nei, ertu smeykur? Nei, bara leiðilegt að bjóða hlustendum upp á þetta, minnst þetta. En það hefur bara, þú veist, mesta grínista þjóðarinnar, þú fyrir hraða spurningar. Nei, þetta er nefnilega, þú veist, þú færð svo mikið á svo stuttum tíma. Já, þarna fæ ég þarna fær hlustandinn allar upplýsingar þig á þess að ég þurfa að ræða við í 4 klukkutíma. Þess vegna enda ég alltaf þessu, þannig að hérna fæ fólk að vita meira þig sem það vissi ekki. Já, þetta er bara eins og að fara... Þá er ég aftur komin í sömu stöðu og vera komin á Facebook og tala við fólk sem ég vil ekki þekki. Nei, það er ekki að tala við þig. Klefur. Tilbúin. Tæma hugan. Já, 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Planes, Trains and Automobiles. Uppáhalds hljómsveit. Hjálmar. Uppáhalds lið í ensku knattspyrnunni. Tottenham. Hvað kveikir í þér? Þú. Hefurðu lamið eitthvað? Nei. Hvað varstu gamall þegar þú mistið sveindóminn? 20 ára. Uppáhalds leikari? Pétur Jóhann Sigfússon. Finnasti maður í heimi? Ég sjálfur. Hvað drekkur á djamminu? Rauðvín. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er fyrir valinu? Sexy belja. Hefurðu farið í ljós? Ekki hvaða belja sem skilur þér? Já, bara sexy belja. Hefurðu farið í ljós? Já. Myndirðu leika í klámynd fyrir 150 milljónir? Já. Ertu með, er mikið reynt við þig? Nei. Hvað tekur í bekk? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað ég svona bekkpressu. Ég veit hvað átt við, skilur, en ég veit ekki hvað svarið er. Ok, uppáhalds Steven Seagal mynd. Ha? Uppáhalds Steven Seagal bíómyndin. Þekki það ekki. Fallegasta kona fyrir utan maka. Konars Péturs. Ég vissi þetta segja. Það ekki? Þegar hún er alltaf að leita á þig. Já, hún er alltaf því. Sérðu, þetta var nú bara ósköp saklaust. Þetta búið? Já, þetta er bara svona, og svo förum við aðeins yfir þetta, sko. Þú varst snöggur að svara Tottenham, ertu að horfa á ensku knattspyrnuna? Nei, aldrei. Nei, ok. En ég var í fótbolta þegar ég var skólingur og þegar ég var krakki þá kom amma með 2 töskur og gaf mér Tottenham tösku og bróðum minn Manchester United tösku, skilur, og þá bara heldum við með þeim liðum eftir það. Ok, þannig heldur ennþá með þeim. Já, Planes, Trains and Automobiles. Þegar Guðni var annað, skilur, og fylgist með því aðeins og svona. Ok, þeir eru með mjög skemmtilegt lið núna, sko. Þeir eru með mjög skemmtilegt lið núna, Tottenham. Nú, já, ok. Þú er aldrei lamið neitt.
Hefur aldrei lent í slagsmálum? Jú, ég alltaf slóst svona við bróðum minn en þú veist, ég tuskaðist, skilu, ég hef ekki lamið mitt. Nei. Þú gann í slagu bara? Já. Ég minnist þess ekki að hafa kýlt eða svoleiðis, sko. En þú ert líka, sko, Steini, þú ert svona rosa harðhendur. Já, ég fann þurr. Ég get alveg snúið með nefur og svona, sko. Já, þú ert hraustur. Já, Guð minn almáttugur, sko. Almáttugur, ég stundu vakna á mótnan og ég er hrættur. Ég er hrættur í sjálfum mig, sko. Að því þú ert svo hraustur. Já. Hann gerir sig ekki grein fyrir því sjálfur, sko. Svakalegur. Rauðvín, drekkur mikið af því? Þetta sulla virkundum og svona? Þú segja, 1-2 flöskur. Á viku? Nei, á dag. Á dag? Það er bara svona rólegt og kósí. Nei, ég myndi segja 2 flöskur á mánuði. Já. Ég held að það sé ekki mikið. Það er fínt. Það er ágætt. Þannig að þú ert... Ég skipti henni oft, fæ mér hálfa á föstudegi, hálfa á laugardegi. Það er ekki að sulla mikið meira en það? Nei, ekki svona meira, sko. Konaðinn er í sterkari efnum, eða ekki? Já. Hún er öllu sem það er ykkur víma í. Bara allt sem víma, já. Þetta er það sem maður heyrir. Þú vildi að meina að það var ekki mikið reyndið? Nei, ég man eftir tímabili, sko, allt í mínu lífi, þá hættu konar að horfa á mig, skilur, nautnaraugum. Og ég saknaði, hvað er að? Hvað gerðist? Já. Ég er að vona að koma tilbaka, en það er ekki gerst ennþá, sko. Myndalegu maður? Nema Sigrún. Það er eina. Hún er vitlaus í kallinn. En þú veist svo ekki hvað tekur bekk, en þú ert ekkert mikið að fyrir líkamsræktina. Nei, hérna, ég tek, sko, býta nú við, 35. Já. Getur það verið? 1 lóð 35. Já. Já, ég tek laus lóð 2,35 þegar ég er að hita upp svona. Ok, já. Þannig að 70, skilur. Já, það er 70 með stönginni. En það er náttúrulega getur tekið kannski meira á stöng, skilur ég ekki. Þetta er lausum lóðum. Já, ég skilði, já. Ég er með laus lóð 70 samtal. Það er alveg, já. Er það ekki fokk? Jú. Það er ekki til að skamma sín fyrir. Þú bara getur verið mjög stoltur af því. Ekki veit ég hvað ég tekið bekk. Nei, þú ert nú ekki mikið fyrir líkamsræktina. Ég reyndi að frétta þér í hotjóka með daginn, Pétur. Getur það passað? Ég fór í gær. Það var það í gær? Fréttir af því, já, það fréttist það svona lítill... Hann kvissast út bara. Herru, það var magna. Ég á ekki til orðið við þetta. Ég kefti bara kortið. Já, í sporthúsunum? Já, þetta er gaman. Já, hann var ánægður með það. Sko, bara, herbergið sem þetta var í var bara eins og kyndiklifi. Þetta var bara eins og gufu. Ég miskildi þetta. Ég held þetta hot yoga væri eitthvað, þú veist, að þú... Bara sexy lið í yoga? Nei, ég held að það væri... Nei, ég held að þetta væri svona... að þú svitnaðir af, sko, hreyfingunni og þú værir að gera svo mikið, sko. Já. Það svitnar af heitt herbergi. Já, þú kemur inn í... Já, herbergi er alveg bara það sett í... Keyrður upp hittin í herberginu. Svo gerur hérna bara jógaæfingar bara eins og þær eru. Ég hef aldrei farið í jóga á aðeins minni, sko. Nei, ok. En hérna, þannig að þetta var tvöföld fyrsta skiptis ánægja fyrir mig. Og hérna, ég minna þetta, mér veitir ekkert af maður, ég hreyfum mig eins og bara gosi eða eitthvað skilur, ég er bara eins og spýtu kalloft er í hreyfingum, sko. Þannig að þetta, mér finnst það gaman. Ég ætla að halda áfram í þessu, ég er skotin í þessu. Jæja, hlustundu, þá vitið bæði aðeins meira Pétur Jóhann og Þorsteinn Guðmundsson. Þorsteinn, eftir hraðferð eru að fara að missa þið, það ætlar að vera eitthvað með okkur pissa. Það er eitt í viðbót sem ég langaði að spyrja út í sexy belja. Hvar liggur það? Hvernig... Sko, það sem mér þykir kynþokkafullt, skilur það er bara... En hefur þú séð belju sem er kynþokkafullir en önnur? Nei, ekki ennþá, ég er að leita. Já, kannski þetta er... Einhver er með sexy belju þarna. Hver veit? Jöfull er þetta sexy belju. Hún þarf að vera nett, þarf að vera andlitsfríð, skilur. Þarf að vera dálítið ögrandi. Og svona, vera með smá skap. Já, smá skap. Hún má ekki vera að drusla, sko. Nei, ég vil ekki belju sem kemur bara snöðrand utan henni. Hún þarf að vera með smá skap, ögrandi. Engi vittlýsingur, sko. Sjálfstraust. Ég vil ekki einhverja, þú veist, heimska belju, sko. Og sjálfstraust er mikilvægt líka. Það séu svona ákveðnar og svona í sínu, sko. Já. Svona karakterbelja. Já, karakterbelja. Þá vitum við það. Ertu að flýta þér, Steini? Já, hundurinn út í bíl, hann er auðvitað áraun. Þá ætlum við að kveðja hérna með Linkin Park, Rolling in the Deep. Alltaf gaman að fá þig, meistari.
Þetta eru Linkin Park með Adele-lagið Rolling in the Deep. Pétur Jóhann Sigfússon og Auðun Blöndal með ykkur hérna til 6 í dag í FN95 Blöð. Við þakkum Steina Guðmunds aftur kærlega fyrir komuna. Þetta er svona... Hann er bak og burt. Já, svo þægilegt að hafa, það er svo gaman að ræða við Steina. Já, svona yfirmáta rólegur. Já, svona róleg típa og... Ég róaðist allir við þetta. Já, ég líka. Ég var yfirkerður hérna áðan. Já. Sástu það ekki? Jó. Hvað er kaffið? Herru, þú ert bara að sækja það. En það er eins og að komið að, lið eða svona karakter sem eru svona að fæðast hérna í þessum þætti í okkur sem að lætur bankan og fleiri heyra það þegar hann er ósáttur. Já, hann talar bara rödd íslensku. Já, þetta er bara sama og við erum öll að hugsa. Nefn að hann ringir í þessi fyrirtæki. Já, þetta er það sama og fólk langar til að gera en gerir ekki. Já, bara ringi og spyrja hvernig líkur þessari veislu. Helvíti sukkið og svínarið. Já, hann ringdi í alla banka landsins daginn, en eftir fréttir vikunar með lífeyrissjóðuna og fleira þá ákvaðan að ringja hérna í lífeyrissjóð og bara svona aðeins láta að heyra það. Við getum segja blási. Alveg sama hvað drepið þið niður. Við skulum heyra þegar Pétur ringir inn í lífeyrissjóðuna. Lífeyrissjóð Vestlunumanna, góðan dag. Já, það er mikið svarað. Mikið svarað, það er búin að ringja þannig í allan dag. Ég bara hér, það ringdi bara eins hringing og ég svaraði þér. Já, ég er búin að ringja í allan dag, akkur er ekki svarað. Allir svona uppdegnir að djama og tjúsa. Hvað get ég aðstofa þig? Ég hefði vilja fá þarna einhverja fréttir, hvað er búin að eyða öllum peningum manns? Já, nú get ég bara ekkert svarað fyrir. Hver getur svarað því? Hvernig stendur á því að það er alltaf allir bendandi á hvern annan? Það er ekki nokkur einasti maður svara neinu. Það er alveg sama hvar drepið niður eða hvernig hann tala. Það er alltaf þessi og hinn sem á að svara fyrir það. Hver allar að svara þessu? Má ekki bara gefa þér hérna samband bara? Já, bara alveg í kvelli. Alveg í kvelli Einhver aðeins. Ég ætla ekki að borga mér í. Alveg reynilíf. Halló. Ég ætla ekki að borga meira í þessa þjóð. Það er enga alveg reynalínu. Já. Ég er búin að ringja hér í allan dag og það er aldrei svarað. Segðu mér... Og hvernig stendur á því? Og svo er maður að lesa hér í blöðum að það sé allir svínandi hver og öðrum þetta. Hvað heitir þau? Hvað heiti ég skiptir engum máli? Þetta varst þú nú ekki að kynna þig, hafðir ekki fyrir því og ekki nokkuð maður. Jæja. Og hvað ætli að gera fyrir fólki í landinu? Er búið að svína með peningana fólksins? Er það? Já, maður getur ekki annað séð. Nú á hverju sérðu það? Það er í öllum fjölmjölum maður. Öllum fjölmjölum alveg sama hvar drepið niður. Já. Allir upp alla. Sökk og svínar í. Það er ekkert annað. Og hvað ætlið þið svo að gera? Hvernig á að bæta þetta? Við gerum það sama og við höfum alltaf gert. Já, og hvað er það? Við greiðum út lífeyri þegar við eigum að gera það. Og ertu vissum að eigi eitthvað fyrir því? Ó já, ég er alltaf... Nú ekki búið að eigi þessu öllu saman? Ó nei. Það er ekki búið. Það er akkurat það sem við að tala um. Það er ekki búið að spila rassinn úr brókunum alltaf. Já, það var talað mikið um það, ég veit það. Já, hvernig stendur á því þá? En það var ekkert talað um það sem kom inn í tekjur, það var bara talað um það sem tapaðist. Já, alltaf svo er alltaf verið að benda á hinn. Já. Benda bara á einhvern annan, hafa ekki ég. Ábyrgðarlegi ég er ekki neitt. Já, ég held að allir viðurkenni það sem þeir hafa gert. Og allir með öllum. Já, sko, við borgum út allan þann lífeyri sem við eigum að borga út. Já, ég stöðst að sjá það. En getur maður ekki hægt að borga í þetta? Nei, þú munt sjá það. En getur maður ekki hægt að borga í lífeyrissjóð? Nei, þú getur það vist ekki. Og hvernig stendur á því? Því að alþingismenn þeir ákváðu það að setja lögum að allir skildu gera það. Meira helvíti svínarið. Það nú... Allir með öllum og svínandi á fólki. Já, svo náttúrulega sko... Suttandi í sig kampavínu og hvað það heitir? Nei. Silkijakkafötum og ég veit ekki hvað og hvað. Nei. Það vantar ekki. Ég skal segja... Gera vel við því mat og drikk alla daga. Ég skal segja... Svína svo á venjulegu fólki sem gerir ekkert annað en að vinna. Við höfum bara kaffi hérna. Já, skotan sama. Það er bara þannig. Ég nenni ekki að ræða þetta nánar, ég vildi bara láta þér að heyri í mér aðeins. Allt í lagi. Já. Blessaður. Blessaður.
Þetta ég bara ekki. Hvað? Vildur þú fá meira, hvað? Nei, ég elskar. Allir með öllum. Það allir með öllum. Allir með öllum. Það allir með öllum með þá. Allir svínandi. Svo það landan. Jæja, þessi karakter, hann fara alltaf að poppa upp svona byllingar. Já, gaman að þessu. Coldplay með Princess of China. Ég hef nú minnst að áður í þessum þætti, en það einhvern veginn með þessi Coldplay lög nýju og þau verða alltaf flottar og flottar í hvert sinn sem maður heyra það. Já, betur, er þetta eitthvað ný samsöða? Coldplay og þau? Já, Coldplay og Rihanna. Þetta er bara nýtt lag með þessum hóp. Coldplay, ég skilur það. Nei, ég skilur það. Þetta var hljómsveitin Coldplay með nýtt lag sem heitir Princess of China og Rihanna er með þeim í þessu lagi. Já, og er sem sagt, er þetta eitthvað sem að einhver gaur mixaði saman eða komið þau saman í stúdíu? Nei, þau bara komið saman og tóku þetta lag. Já, þetta er ekkert eitthvað sem að Maggi Mix hendi saman nú? Nei, það var engin DJ út í heimi að blanda þessu, þetta er bara sem að þau gerðu saman sem artistar. Já, og er þetta á nýju plötunni þeirra? Já. Coldplay plötunni eða? Já, akkurat. Þú ert að ná þessu. Þeir eru afsakafélagin hérna. Pétur... Já, Pétur Jóhann, þeir fór þá. Pétur Jóhann, já. Pétur Jóhann, þeir fór þá að koma hér á FM. Það er þó gaman. Já. Það styttist í karaoke-keppni okkar Péturs, hún er hérna réttandi á horni. Svo erum við líka með 2 nýja liði, svo heyrðum við náttúrulega ömmu minna því að mamma svarar okkur ekkert lengur. Já, en mér finnst verulegt áhyggjuefni við Blöndal. Já. Við sitjum þetta, klukkan er rúmlega 5. Já. Og hvað? Og við erum aldrei múnir að tala það. Já, hvað klukkan er? Já. Við erum að fara í þann lið og þættir. Já, ok. Við erum að fara í auglýsingar og svo ætlum við að spila splunkunýjan dagskrárlið hjá okkur sem heitir Hvað er klukkan? Já, mikið lakaði til. Já, ég líka. Ég veit ekki hvort ég eftir að hafa gaman að því og þú, en það er að fara karaoke-keppnin og fleira að það líka sem byrjuð þér. Það er fullt af fólk. Já, ok. Fullt af fólki. Leitingarni. Nei, fullt af fólki sem hvað? Ég er eitthvað svona íslenska sem bara treystir á það að vita hvað klukkan er með þessu. Já, það var að heyra þetta til. Það getur við. Viltu tala hún í allar auglýsingarnar? Já, ég væri til í það maður. Það er heitavastlaust í Fossvogi og nágreini á morgun. Frá 9 í fyrramálum að búast við sér að verði heitavastlaust. Og hérna, já þetta er vegna viðgerðar á heitavastlaust í Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Við erum á Hrauninu, þó ekki glæpsamlegir, sparaðu. Pústþjónusta BJB Flatarhrauni 7, bjb.is. Þau eru frábær febrúartilboðin í 10.11. Fjölmargar vörur á ótrúlegu verði. 10.11, alltaf opið. Glasso Vitamin Water kynnir Asilia Banks í Valsheimilinu 7. júní. Miðasala er í fullum gangi á miði.is. Asilia Banks í Valsheimilinu í júní. Ávísun og trygga skemmtun. Smiðju J.J. Abrams og frá höfundum Lost kemur hörkuspennandi þáttaröð. I need 63, Alcatraz officially closed. Alcatraz hefst á 5. Never seen or heard from again. Until now. Smeltu þér á áskriftin á stöðu2.is eða í síma 512-5100. Welcome to Alcatraz. Stöðu2, skemmtilegri. Smárabíó í samstarfi við Stöð 2 Sport 2 kynnir Risarnir berjast í þrívídd. Stórleikurinn Manchester United Liverpool í beinni útsendingu á laugardaginn í Smárabíói í hágæða þrívídd og óviðjafnalegu mynd og hljóðgæðum. Miðasala hafinn á miði.is. Takmarka miðamagn í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggðu þér miða á risaleikinn Manchester United Liverpool í þrívídd í Smárabíói á laugardaginn. Smárabíó og Stöð 2 Sport 2. Saman í þrívídd. Við eigum okkur sjálf. Atlandsolía. Lengi lifi samkeppni. Dílar.is í dag. Miði á tónlistaverðlaun X-ins 977 þann 16. febrúar á NASA á aðeins 977 í stað 2500. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Tilboð á stöðinni eingöngum fyrir handhafa lykla og korta orkunar og Shell. Og hlustið nú, allir kaffidrykkir 199 krónur. Pilsa
pylsa og hálslítra gos 399 krónur og ostapylsa með beikoni og salati og hálslítra gos 499 krónur. Stöðin. Í dag magnaður miðvikudagur hjá Símanum og 50% meira að frétta. Fylltu á frelsið á símin.is í dag og þá uppskerðu 50% meiri inneign til að láta alla heyra tíðindin. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. FM 95 á FM 957 og já, meðan við vorum að hlusta hérna Dancing on my own með Robin og þá var ég að tísta mynd af Pétur Jóhanni. Tísta? Já, það er twitta, hvað sem maður kallar þetta. Þannig að þið farið inn á AudiB núna þá sjáum við stórkostlega mynd á honum sem hann hvað er þetta að leika þarna? Svona eins og... Hvenær? Já, á myndinni. Mynd, já. Það bara... Það er svo sérst að glíma eitthvað vandamál á þessari. Þetta var svo sjúklega sterkt kaffi mér. Það er svo sett alveg brjálað. Það er bara svona vottur að sett heftur í einhverju. Já, þetta var bara svo heitt kaffi sem ég var að taka sópa af. Já, en eins og ég segi þá er þessi myndin á AudiB og virkilega skemmtileg mynd á honum Pétri. Við ætlum að vinda okkur í karaoke, keppni, Auda og Pésa eins og alla aðra miðvikudaga. Við reynda kepptum ekki karaoke síðasta miðvikudag. Nei, það var borgarstjóri hérna hjá okkur og átti okkar hug og allan tíma. Já, þannig að við fórum ekki í karaoke keppnina hérna síðasta miðvikudag. Það er löglega afsakað maður. Já, en ég reyndar sko, það er pínu pirrandi. Ég er náttúrulega í útvarpinu á hverjum degi og ég steinglemdi að gera texta í gær eins og við gerum alltaf fyrir þessa keppni. Já. Þannig ég þurfti að gera minni í smá flýti hérna áðan en ég ætla ekki að fara að afsaka með áður en keppninni byrjuð. Nei, ég ætla líka að afsaka mig. Treysta þú byrjuður að afsaka þig, sko. Elska hlustendur þarna úti og vonandi sjáðu þessu fært að kjósa kallinn. Sælir! Þið ekki gríðalega væntum ykkur. Heyrðu, ertu búinn? Nei, já, ég er búinn. Og ég er byrjað að syngja það. Nei, ég ætlaði líka að afsaka hérna annað. Heiðar Austmann var hérna áðan. Já. Hann var með vakt hérna undan okkur. Já, það sem hann var að hvetja hlustendur. Til að kjósa mig. Það er svindl, sko. Og ég vil bara nulla þetta ástand. Heyrið það, hlustendur? Ég vil nulla þetta ástand. Og ég vil bara fólk hlusti með opnum huga á bæði lögin. Já, ég vola líka. Og bara tæmi hugan og bara velji það lag sem að þeim finnir skemmtilegra. Og betra og betur svona, eða þú veist, þau með að ráða því. Bara fólkið það núti, bara hlustendur með að ráða hvernig huga. Og þú ætlar að byrja? Þú byrjaði síðast, en ég byrja núna. Og ég ætla að taka hérna, að reyna að taka slagaran Sitting on a Dock of the Bay. Nema, ég ætla náttúrulega að breyta honum yfir íslenska texta sem ég er búin að segja hérna og maður sé að þá er ég að brýta á play-takkan hérna á karaokeinu. Ertu tilbúinn, Pétur? Fættur tilbúinn. Ok, þá ætla ég að byrja þetta. Jæja, þetta er svona, ég er ekki að tala betur í reynsliðinni í þessu lagi en skulum prófa þetta. Fallegt. Þetta var virkilega fallegt. Nei, þetta er svona, ég kom næðins út í byrlaðinu, ég var samt komin í 2 mínútur. Já, komin í 2 mínútur og það er bara nóg. Það er bara lágmarkið hjá okkur. Já. Og við þurfum ekkert að fara upp fyrir hámarkið. Nei, ég veit það. Og svo líka það sem er skemmtilegt þessa keppni, það er ekki hægt að gera betur en sitt besta. Og það er ekki hægt að gera rámt. Nei, og þarna í rauninni, ég ætla að taka það líka fram, ég var ekkert að syngja pappa minn. Þó að fá þessu stundum í glas. Þú varst bara að tala feður. Já, þetta var bara eitthvað svona sem kom á hann og reyna að finna eitthvað lag. Já. En ert þú tilbúinn, Pétur Jón? Ég er tilbúinn, já, ég ætla að taka hérna Twist and Shout. Já, það sem ég mjög ánægð með að fólk er ekki byrjað að ringja inn í 511-0957 því að bæði lögin er ekki búinn. Það þarf að bíða með það, að ringja og svo ringið inn hlustendur góður í 511-0957 og segið okkur hvort lagið eitthvað finnst betra. Ok. Þú ætlar að taka Twist and Shout, Pétur? Twist and Shout, já, með mínu nefi og með mínum texta. Íslensku texta, ok, þá bara take it away. Já. Já, þetta var fannst með svolítið pínu, Pétur, endurtekning alltaf, shake á liðinu og shake þannig að ég er ekkert það svartsýtt fyrir þessa keppni. Þetta lag er endurtekning, skilur. Já, þú söngst eða bara shake á liðið. Þetta er bara come on, baby now, turn around on baby, twist and shout. Hlustendur sem ráða og það er 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa karaoke keppni. Langar þig ekkert í shake? Já, mér langar bæði í shake en mér langar meira í atkvæðin frá hlustundum. F95 góðan daginn. Já, hefðu, ég ætla að Pétur vann þetta. Pétur vann þetta, mann? Þínast Pétur stendast í Pétur. Hefðu, Pétur. Já. Hvílíkur tjóðleika. Hver er þetta?
Þetta bróðan þykka með. Já, þetta Allinækar, hvernig gafstu ekki valið mig þetta, drengur? Herru, ég ætla... Eftir allt sem ég hef gert fyrir þig. Já, ég veit það ekki. Pétur Jóhann, hann bara mætir hérna miðvikudögum og ég og þú, we go way back, Alli. Ég vissi stillingar! Sjá, Skalli. Takk fyrir. Já, þetta var Stig á kettlin. 1-0 fyrir Pétur og ég þarf að treysta ykkur. Ég finn fyrir mig að það er góð kona. Þið blæði shake á þig. FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hanna, þetta er góð stelpa. Ég finn það. Sem langar í shake. Nei, ég langar í góðan pappa. Hvað þið hvað er? Eddi. Hanna, þekki ég þig. Ok, þið langar ekkert í shake. Nei. Það er þetta maður, ég meina að þú veist hækkandi sól og allt það. Já, ég var að koma vor. En ég þakka að kella fyrir þetta atkvæði, skuðsa. Ok, bye. Takk fyrir. Herðu, staðan er 1-1. Já, 1-1. Það er bara eins og 0-0. Pappi er að fá sér í glas. FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað var þitt atkvæði? Haraldi. Það er Eddi. Það er klárlega, sko. Djöfnir jánaði með þið, maður. Já, þetta, ég meina, þú veist, svona... Já, það var alltaf mjög enditekningu í henni, sko. Þetta er shake og frá rugg, sko. Já, það er bara svona sem kallir rúlar. Já. Það er bara svona, maður. Það er bara svona. Takk aðeinslega ræða, vinnur. Ok, bye. Herðu, það var staðan nú en 2-1 fyrir blöð. Já, þú byrjaði betur en... Já, ég er fullur. Já. Það var Bjartsýni hér. Já, FN95 blöð, góðan daginn. Shake Góðan daginn. Þetta var klálega uti, sko. Klálega uti? Hvað, er rúst hérna? Nei, 3-1 eins og er. Ég meina, þú veist, þetta er rúst. Nei, það voru bara grjótara rýmur hjá honum að það. Já, þetta voru grjótharða rýmur, það er rétt. Ég heyrði það, sko. Ég var að vona að enginn myndi heyra það. Ég var svona vonandi heyrir enginn allar þessar flottu rýmur, maður. Já. Takk fyrir þetta, Önnur. Ok, staðan er 3-1 og ég þarf eiginlega að vinna þessa keppni því þá er ég búinn að jafna þið 2-2 í overall sem væri stórkostlegt fyrir mig. Nei, það er 3-1 fyrir mér, overall. Það er málið það. Já, drengur. Ekkert svona. Ekkert svona. FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Klárlega, Pétur. Nei, ég var svo góður róli. Það var svo niðurdrömmandi lag hjá eitthvað. Pappin eitthvað fullur og... Já. Hverjum langar ekki shake? Hver vill ekki shake, maður? Já, en sko, ég var satt með svona fleiri limrur og rýmur og Pétur sagði bara alltaf sama. Bara shake á liðið, maður. Gaur og eitthvað. Já. Ég skal viðurkenna það, þetta var svolítið einfalt hjá mér. Ég bara sagði shake á liðið. En einfalt er líka bara gott. Já, getur verið, í svona tilfellum. Shake á liðið, maður. En ég get ekki frætt fyrir þetta er við treystum á hlustendur, þannig að ég bara þakka að kella fyrir að ringja inn. Takk innilega. Já, ok. Takk. Það er 3-2 fyrir þér. Já, ég þarf að fá atkvæði núna, þá munum við líða betur. Ég er að krafsa hér í bakkan, góður. Það er komið 4 línundur í greina, ég treyst á þetta sem snillingu sem ætlar að kjósa rétt. FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Mér langar klárlega í shake, sko. Já, en fannst samt hitlagið betra, þegar ekki? Ég blæði shake á þig. Ætlar að velja Peter? Já, ég held að. Jæja. Þá var staðan nú 3-3 eftir að Pétur er búinn að fá 2 röður núna. Takk aðeins fyrir þetta. Er hún farin? Nei, hún er annað. Halló? Nei, ég er hérna. Já, mér langaði bara að nota tækifæri og þakka þér einarlega fyrir þetta atkvæði. Já, þakka þér fyrir leið fyrir söngin. Já, þakka þér. Ég ætla hérna að nýta tækifæri og þakka fyrir ekki raskat. Það var lítið. Ekki raskat. Ég fekk ekkert á það. Herðu, jæja, ég treysti á þig, hlustandi góður FN95 blöð, góðan daginn. Jamese, baby, jamese. Ég var að vinna þetta. Á 3-1, nú er 4-3 fyrir Péturinn, maður. Það er góð fyrir þetta samt. Já, hver fara atkvæði? Djöfussi snillingum, maður. Það voru grjótharða rýmur. Já, djöfussi ánægði með þið, maður. Það eru þá staðan á 4-3. Það heita grípandi samt, sko. Hvað segirðu? Já, heitir grípandi. Já, ég minna, þetta eru rýmurnar sem eru að koma svolítið sterkar inn að það hjá hann og ég skal viðurkenna það. Það er. Herru, takk fyrir þetta. Kvikið með vinnur minn. Blessaður. Ok, það er 4-3. Það er 4-3 fyrir blöð og já, ég þarf atkvæði hér og þá er ég búinn að vinna þetta. FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu? Hvar liggur þitt atkvæði? Herru, ég verður að segja Öddi. Þekki ég þig. Þetta munaði svo litlu. Ói, hvað er alveg með? Þú varst komin inn í þetta, Pétur. Hvað segirðu? Þú varst komin inn í þetta, Pétur. Ég var komin inn, sko. Ég var komin inn með 3 stig. Já, 5-3. Já. Ég langar ekkert í shake, sko. Nei, fannst þér ekki líka eins og mikið endurtekningum hjá honum? Þetta var bara bjartsýni á mér, skilur, að fólk það væri komin svona vorfílingur í fólk og
og bara shake á liðið, skilur við. Þú veist, þetta oft svona, maður reynir ofta að leysa, þú veist, það svart, það allt eitthvað svo svart, lífeyrissjóðirnir og allt þetta vesen. Eina sem getur bjargað þessu bara að fá sér shake. En sko, það sem að fannst þér ekki há Pétri svolítið, af því að ég svo ánægði með þig, þú komst með sigur atkvæði fannst þér ekki há hann bæði hann var alltaf endurtakað sig og svo segir hann stundum bara solo, veist, hann syngur ekki eins og ný. Hann er bara eitthvað svona, nú komið að solo. Einmitt. Herru, takk aðeins þér Tönur. Herru, Auðun Blöndal, þetta var nú óþarfi. Ég var að sjá hvað síðasti myndi segja þó þetta sé búið. Þetta fannst mér, Auðun Blöndal, mér fannst þetta óþarfi. Jæja. FM? Hver hefði fengið þitt atkvæði? Pétur, check. Pétur hefði fengið. Aðeins og lítið aðeins og seint segi ég. 4 atkvæði, menn, Nei, fegst bara 3. Ég þakka þér innlega fyrir vinnu minn. Takk fyrir þetta. Ok, bye. Pétur hefði fengið 1 pitt í hana. Nei, ég meina, ef við ekki tjekka hvort að ég hefði náðið þér. Nei. Akkur ekki? Af því að ég ætla ekki að fara að fórna sigri sem ég kom með hérna. Taking a baby now. Viltu hafa... Chicken. Chicken. Ef hafa reglum næstu ykkur, Pétur, við verðum að rappa. Ef rappi næstu ykkur. Ég skal tjekka þetta viðbóð. Shit, góða flöðilur. FM95 blöð, góðan daginn. Blöð. Góðan daginn. Hver hefði... Hvað segir kallinn? Ég heiti Hjaltvín. Hvað er verið að vassast? Herðu, ég er að fara í Rauðakrossin. Rauðakrossin, ok. Og hvernig hefur þér kosið? Heyrið þér á bæði lögin? Já, mér fannst Pétur betri. Ok. Já, en þú hefði kosið mér samt. Þetta er samt 0, þú veist, hann er búinn að vinna þetta. Ég veit það, en það er synd, sko. Já, við skulum ekki fara svo langt að segja þessi synd. Það verður alltaf að vera 1 sigurvegari. Já, ég veit það, ég var að grínast, Auði. Já. Ég var að grínast. Já, hann var að grínast. Takk. Hann sjáðu þetta andlit, hann er að fíblast í þér. Já. Ég er bara saklaus og alltaf að djóka eitthvað, sko. Já. En hvað er það að fara að gera í Rauðakrossinum? Já, ég er að fara að máta frakka. Já, ok, næs. Það er þetta bara. Já, ég ætla að fá að nýta tækifærið og minni ykkur á að koma á Arkadíu í Norðurpólum. Þetta er MH-leikritið. Já, ok. Arcadia. MH-leikritið, já, það verður núna frumsýnt 14. februar. 14. februar, frumsýnt. Aldrei að vita. Ég er sjálfur að leiki í því, sko. Nó, hvað er þetta maður? Þá er nú eins gott. Ekki fullu salur og flottum stelpum fyrir Pétur hana? Jó, þetta. Fyrir mig? Jötur, nóga stelpum og svona. Já, ég er nú að lítið. Herru, takk fyrir þetta. Sjáum við strákar. Guð geymi þig. Herru, flott, þetta var 5-3 sigur. Já, 5-3 sigur og nú er ég komin inn í þetta því að staðan er orðin 2-2 í keppnum. Nei, hún er 3-2. Hvað lögum hefur unnið með Pétur? Ég vann með laginu þarna, þú veist þarna sem var með Bryan Adams. Já. Sem, hvaða lag var það? Já, það var já, ég veit hvað lag þú ert að tala um það. Það var þegar ég væri í vælinu. Já, vannst ég vann öll þarna vælulögin. Ok. Ég var með 3. Ég er 3-2 fyrir þér. Ég treyst þér, þú myndir aldrei fara ljóðum. Nei, það var það og svo var það við þurfum að rifja þetta upp. Já, við gerum það meðan að við leifum hlustundum að hlusta á Wild Ones með Flowrider. Þetta er Flowrider með Wild Ones. Þetta er alveg, þú ert að standa þeim stakri príðu þetta. Já, takk fyrir. Á svona flestu leiti. Þú ert hérna að afkynna lög og þú ert að kynna lög og þú ert að gera allar þessar svona... Þessar dúllur? Já, allar þessar dúllur og allt svona, það er svona grundvarsla, svona góður útásmaður þarf að bera. En þú ert að klikka á alveg rísa stóru smáatriði samt líka. Hverju? Fólk hefur ekki hugmynd hvað tímanu líður. Fólk hefur ekki... Jæja, ég er með nýjan dagskrálið sem breytir því. Hlustaðu. Hvað er klukkan í FM95 blöð? Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki. Við verðum að vita hvað tímanu líður. Hvað er klukkan? Það er Philadelphíu-söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan í FM95 blöð. Já, og klukkan er svo mikið sem 37 mínútur yfir 5 og 18 sekundum betur. 18, bitur maður, ég þarf að skrifa þetta niður. Hún er 37 mínútur yfir 5 maður sjá, bitur maður. Og 18 sekundur betur. 17:37. Hvað segir þau? Er hún 17:37 og núna 32 sekundur yfir. Þannig að það er einhver sem var að spája hvað er klukkan, þá vitið það núna. Hvað er klukkan í FM95 blöð? Akkurat og þetta var snöggágritt. Já, þetta þarf ekkert mikið meira en tími í þetta. Nei, við erum ekki að flækja þetta. Nei, ég minni inn á myndina, ég var að hvað er klukkan í Hong Kong? Tvita góður mynd á Pétri hérna, hún er inn á Twitterinu á mér, ÖTB. Hvað segir þú, hvað er klukkan í Hong Kong? Hong Kong, það veit ég ekki. Förum aftur í það. Nei, byrju, viltu, þegar
vildi gera þennan dagskrárlið, hvað er klukkan? Já. Átti ég þá að vera með klukkuna tilbúna bara alls þar í heiminum, eða? Nei, spjallum okkur, við erum ekki búin að fara í hvað, við erum ekki búin að gera neitt af þessu í allan dag, förum aftur í þetta. Já, ég verður hvað klukkan, við erum núna... Já, rúlla þessu aftur, ég ætla að byrja upp á nýtt. Nei. Jó, hvað er þetta? Hvað er klukkan? Já. Í FM 95 blöð. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tímanum er. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Já. 95 blöð. Komið þið sæl og velkomin í dagskrárliðinn Hvað er klukkan hér hjá okkur á FM 957. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Beint á móti mér situr Auðun Blöndal. Auðun, heyrðu í mér? Já, ákvæmt ekki að heyri þér. Hvað er klukkan? Hún er núna 39 mínútur yfir 5. Getur þú hættið þessi dagskrárlið núna? Hvað er hún? Hún er 21 mínútu í 6, Pétur. Ok. Er þetta komið gott? Já, þetta var snill. Ok, þetta alltaf að fara þetta í stautar auðlýsingar. Jöfull fannst mér þetta að fyndið allt. Og svo eigum við hvernig er veðrið og svo heyrðum við líka í ömmu og vorum að spyrja hann út í deiti og mömmu gerð og eitthvað. Þannig að það er nóg framöndan. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Rauður risaslagur í ensku úrvalsdeildinni. Liverpool sló United út úr bikarnum á Anfield. Núna er komið að uppgjöri á Old Trafford. Manchester United Liverpool á laugardag. Fáðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á áskriftarvef Stöðvar 2. Sport 2. Enski boltinn. Sommersby kynir Konukvöld á English Pub 5. daginn 9. febrúar klukkan 8. Léttar veitingar í boði og frábært tilboð á barnum. Happrætti, höframaður, tískusýning frá Arfleið og Gammi og Sigga Kling sér stuðið. Addi og Ingun trúpar sjónutónlistina fram eftir kvöldi. Allur ágóði af kvöldinu rennur til bleiku slaufunar. Ekki láta sig vanta á skemmtilegasta konukvöld ársins og styrka gott málefni. English Pub við Austurvöll. Eitt SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Úrilla Górillan kynir Heineken Bingo 5. kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. FM 95 blöð er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það. Koma hérna inn á, já, þetta lag kemur hann í stuð og hann sagði þetta með svona sannfæringu eins og, Pétur, það var svona eins og verður gamall maður að reyna að vera hipp og cool. Ég er gamall maður að reyna að vera hipp og cool. Já, þetta lag kemur hann nú í gír. Þetta kemur hann í stuð. Silja Banks með 212, hún á leiðin til Íslands, Pétur, hún getur kíkt á þetta allt saman. Já, hún er að fara að spila í fótboltanvöllinn, en ég reyndar gæti ekki nefnt annað lag með henni til að bjarga lífið mínu. En ég er samt alveg til að sjá hún á sviði, því að í þessu myndbandi sem að, ef hún syngur þetta lag er hún mikill töffari. Já. Þannig að fólk getur skoða það betur þegar nær dregur. En það er hins vegar komið að símtalið sem við Pétur tókum upp fyrr í dag. Hún móði mín, Hafdís, gjörsamlega hætt að svara okkur strákanum sem er óþólandi. Hvernig stendur á þýðum, Blöndal? Þær er alltaf svo feimnar, báða systur mínar og mamma mín. Þær hata sviðslistur. Ég get aldrei verið svona raunverulega líka þátt. Það er aldrei láta sjá sig. Þess vegna er ég búin að var ég að ringja alltaf við þær til að byrja með því að ég vissi að þær hefði engan áhuga á því sko. En þó að mamma hefði ekki svarað þá ringdu við bara í ömmu mína sem er einmitt mamma mömmu og þetta er pínu að því að við ringdum í Dæju systur í gær og ammálinu hennar, ég og Sveppi og Dæju átti ammál í gær. Þá sagði hún mér að mamma kem ekki með í sushi því hún var að fara á date. Og ég vildi vita hvort að amma mín vissi eitthvað um þetta date hjá mömmu því að ekki svara mamma mín. Við skulum bara heyra þegar við Pétur ringdum í hana. Hvað heitir þú? Þetta er Dæja, Dagbjörn. Halló. Amma? Já. Hæ, Drauti. Hæ. Hæ, hvað segirðu? Allt fínt bara. Herri, ég er nú ekki einn, Pétur Jóhann er hérna með mér. Já. Já, sælblöðsur, gaman að heyri þér. Sömuleiðis. Hvernig hefur það í dag? Ég er það fín. Já, ég meina það er mikill munur eftir að snjórinn fór. Já, við vorum í göngu, vorum í konin. Já, ok, næst. Þú ert eina amma sem svarar mér alltaf, Dæja systir, Mæja systir og mamma svara ekkert.
Þú ert búin að fæla þær í burtu. Já, það er orðið eitthvað hrættar, sko. Já. En við Pétur ætlum svona aðtúa, ég var að tala við Dæju í gæra því að Dæja átti ammali. Já, já. Og hún sagði mér að Mútta hefur að fara á eitthvað date. Hæ? Hún var að segja mér að Mútta hefur að fara á eitthvað date í gær. Vissið þú eitthvað af því? Svona stefnumót? Nei. Það hef ég ekki heyrt. Nei, ok, þannig að hún er að vandrast á einhver stefnumót hérna í bænum á hans að láta hvorki mömmu sína nýja son sem vita. Já, hérna. Finnst þér það ekki svolítið skrítið? Ég veit það nú ekki. Er það ekki vaninn að láta mömmu sína vita? Nei, það er nú ekki vani. Nei. Ekki svona fyrst til að byrja með. Nei, en hún var að Dæja, þetta er eitthvað sem að Dæja sýsti var eitthvað bull í gerð, við vitum svo sem ekkert hvað er til í þessu. Nei. Við ætluðum að ringi mömmu, ég og Pétur hérna, en hún svarar ekkert. Nei, það ger hún ekki að þú ringir. Ég fattar nú ekki þetta símanúmer, sko. Nei. En hún ekki það þannig, já. Já, við erum búin að reyna að svissa síma og allt, hún er búin að seifa þetta allt saman. Og hún fattar þetta? Já, hún myndist alltaf ná okkur, sko. Hæ? Já, við vorum konum með nýtt númer hérna í stúdíói til að ringi hann úr, en hún er búin að fatta það líka. Já, við veit það. Hún er vitlaus og móði. Já, hún er ekki vitlaus. Ja, þetta er svolítið skrítið vegna sem sko fólki í landinu vil heyri í henni. Já. Já, en hún vil ekki lofa því að heyri í sér. Nei. En finnst þér, amma, ef að verður eitthvað úr þessu með hennu og þessu manni, ég þurfa að kalla hann Gauri pappa, eða? Nei, Guð forði þér. Nei. Þú áttinn pappa bara. Já. Ekki skápappi? Já. Hæ skápappi, hvernig er það? Já, nei. Hann er að hafa eitthvað nafn, þannig að það er nóg að nota það. Já, en er þetta ekki hressa með annars? Jú, ég er bara hressa, sko. Ok, glæsilegt. Já, ég ætlaði bara svona að tjekka hvort að þú vissir eitthvað þetta, því að mamma virðist alltaf að hafa þetta bara fyrir sig. Já, hún gerir það þá svona til að byrja með. Já. Allavega. Skulum vona að þetta sé ekki eitthvað þannig að hún skammi sín fyrir mannin. Nei, hún myndum aldrei velja eitthvað svoleiðis. Nei, ég veit það. Ekki svona huguleg kona. Nei, það bara passar ekki. Nei, nákvæmlega. En hafa það sem allra besta, mamma mín. Já, sömulegis, þú skal mynda að heilsa ykkur. Sömulegis, takk. Bye. Þetta er svolítið fyrst, ef að hvorki ég, nefn mamminar veit að þessu. Ætla hún liggi ekki bara ekstra upp í rúmi með hann núna? Æ, þegiðu, Pétur. Hvað? Þetta er kjaldið, maður. Er það ekki eitthvað sem það gerir? Þú maður fara á eitt stefnumót og það er náttúrulega svo bara veist. Ég meina, er hún ekki lauskýrt? Þetta er kjaldið, maður. Nei, ég er að djóka þér. Ekki segja svona, maður. Ég fekk bara í magan, maður. Sorry. Nei, það er mamma mín eða það ekki. Ég get alveg lofað því. Já, hann segi orðið á guttu. Nei, ég er að drýða. Já. Þú veist, þú alveg að þetta er að heyri í hann aftur þó hún sé ekki að svara okkur hérna. Já, sorry. En ég kemst þá allavega ekki að þessu í dag, því miður. Já, svona lífið maður. Maður fær ekkert allt sem maður vil. Nei, en byrju mamma þín, hún er ekki með pappa hennum. Jú. Nei, það er rétt. Þú rugglaðist þig núna. Já, en kallar hann samt pappa eða? Já, stjúpappa minn. Já. En hvað kallar þau pappa eða þá? Tómas. Nei, ég kalla hann bara pappa líka. Já. Finnst þér ekki pinnist ekkert eiga tvo pappa? Nei, ég meina ég var svo ungur þegar við skildum, sko. Já. Þannig að maður eiginlega bara, þú veist. Það var ekki sami pakki á mér í dag ef ég er þetta bara í gegnum þetta. Það verður bara asnalett. Já. Ég er ekkert að bara kalla eitthvað ókunna að mann pappa, það segir sér sjálf, sko. Samt, það er rosa vinalegt. Hún er þetta örugglega rosa vænt það. Það er bara strax á fyrstu viku. Já. Hei, pabbi. Já. Hættum þessum bulli. Já.
Levels Avicii, en það komið að nýjum lið hérna í þættinum hjá okkur betri og já, ég vona hann sé meira spennandi en liðillinn Hvað er klukkan? Þetta nýr liður og við skulum bara heyra trailer. Kíkjum til veðurs í FM 95 Blö. Hvernig veður úti? Hvernig veður úti? Já, ég veit ekki. Spáður þessu? Ég veit það ekki heldur. Þeir fara ekki með mjólkina norður og þessu? Já, nokkuð ljós. Það félag húsasmíðamestara sem býður þér upp á veðri í FM 95 Blö. Já, velkomin í Hvernig er veðrið og Pétur Jóhann, hann á að vera aðeins á línu. Pétur, heyrðu í mér? Já, bara mjög skýrt og greinlega. Það ekki? Jú, já, kæra hlustendur, ég bið ykkur og þig Ötti líka, sérstaklega ykkur öll velkomin í Glæni á dagskrálið. Hérna hjá okkur í FM 95 Blö sem ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og staddur úti. Já, bara hérna fyrir utan húsið eða? Já, bara hérna í Skaftalíðri. Já. Og skemmst frá því að segja að það spikfínt veður úti. Ok, vákvæmt spennandi. Það svona mildt. Já. Og gott. En Pétur, nú verð ég aðeins að stoppa þig af því að þú átt svolítið eina dagskráralið. Ekkert rók. Já, ok, en fólki sem er að hlusta á Akureyri eða Keflavík, hvað græði það á sem lið? Þau græða ekkert á þessu lið. Nei. Akkurat ég er hér maður. Ég er í Reykjavík og ég er að kringunni veður á Akureyri. Þau verða bara að vinna í því sjálf á Akureyri, sko. Já, ég bið fólki á Akureyri afsökunar á því við getum ekki sagt ykkur hvernig veður er. Það er líka blöð, Akureyri, þú veist, voða þungt yfir hérna. Nei, við erum að byrja með 2 nýja liði í dag. Annar heitir Hvernig veðrið og hinn heitir Hvað er klukkan? Já, ég meina með þetta basic, sko. Já. Fólk verður bara að geta gengið á nokkrum föstum póstum í þessu, þegar þú ert með útástátt. Þá verður það Er ágætis veður? Heyrðu, það er svo svaka fínt við Reykjavíkuborginni maður. Ég verður trúa þessu. Heyrðu, Ötti, hérna, ok, ég meina, þú veist, hvernig viltu að ég gera þetta? Farið bara á netið og fara að lesa einhverja standard veðurfréttir sem einhver veðurfræðingur er búinn að skrifa niður. Nei, við getum bara þurft að endurskoðana lið. Hvað þeirru? Við getum bara þurft að endurskoðana lið. Endurskoð, þetta er bara minn dagskráraliður og ég geti þú veist, heyrðu, þetta er bara, ég ræð þessu. Já, ok. Heyrðu, þetta er bara ekkert mál, ég get bara verið með hennar dagskráralið bara í einhverjum öðrum útvarpsþætti, sko. Nei. Það er bara útvarpsþáttum af núti sem er alveg örugglega til í að hafa hennar lið hjá sér. Fyrirgeðu þetta, við höldum áfram með Hvernig veðrið, ég lofa. Heyrðu, og ég spyrði á móti, hvað með allt fólki sem býr hérna í Reykjavík? Þú veist, kannski er fullt af fólki. Og hvað, getur ekki kíkt út úr gluggann? Jú, en það er bara gott að Hvað myndir að segja að vera heitt, cirka? Ég held að sé svona 6-8 gráður. Það er sjóðandi heitt. Það er sjóðandi heitt, maður. Ok, stórkostlegt. Það er steikjandi hitti, maður. Já, þetta var dagskráraliðurinn Hvernig er veðrið? Já. Það þarf að koma aftur inn úr þessum hitta. Ég þakka innilega fyrir mig, þetta var dagskráraliður. Ég á að ljúka þessu, Ötti. Ok, sorry. Ég þakka innilega fyrir mig, kæra hlustendur, þetta var dagskráraliðurinn veðrið. Ég segjum takk og bless í bili. Veðrið í FM 95 Blö. Úrilla Górillan kynir Heineken Bingo 50. kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken á kartinum. Tilboð á stöðinni, tilboð í dekk, spurningu, útsölustæðinni, lægsta eldsneytisverðið, þetta er allt í Orku-appinu. Orku-appið, app í hendi. Er ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát? Sölabáta. Nýtt í bíó, Safe House. Frost is the most dangerous man alive. Mögnuð spennumynd með Denzel Washington og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. I'm already in your head. Safe House. Been waiting a long time for this. Frumsýnd á föstudaginn í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Skemmtilegasta konukvöld ársins og styrka gott málefni. English Pub við Austurvöll. Í dag er magnaður miðvikudagur hjá Símanum og því kjörið tækifæri til að slúðura 50% meira en venjulega. Fylltu á frelsið á símin.is í dag og þá uppskerðu 50% meiri inneign svo þú missir ekki að því sem allir er að tala um. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. FM 95 Blö er í boði.
Já, þeir að hlusta FM 95 Blöð á FM 957 en ekki mikið lengur því að klukkan er orðin 6. Ríkharður Gunnar er kominn hér. Já, Ríkharður Gunnar Guðjónsson er mættur hérna í stúdíóið eða Rikki G-bletturinn. Já, ef að ég væri einn á Stundu kalla Rikki G tur ekki neitt. Eða Rikki G getur ekki neitt. Rikki G tur ekki neitt. Þetta er uppfindið. Já, þegar maður að spila vansku aðstára þetta. Ef að ég væri hérna á FM bara með einn... Hvað segirðu? Já, veikur eftir erfiða ferð. Erfiða ferð? Já, ég var fó bara að spája ef ég væri einn með útastætti hérna, hvað maður myndi kalla sig? Já, hvað... Nei, þú veist, það er auðvitað blöð, það er Rikki G, Svalir endar ekki, No More. Já. Þangað til eftir svona 4 til 6 mánuði. Já, hann er komin einn aftur með skottu á milli lappana, það er nokkuð ljóst. Það er ekki til því eftir vinnið þegar ég skeitt á mig. Ég er að grilla maður, þetta er djók. Þetta er þetta djók. Take it back, take it aftur. Hey, þetta er Peter J, maður, sjá þetta andlit. Hann er bara fíbla. The P-Eater. Peter the P-Eater. Ég myndi kalla mig bara... Pétur, jú. Já, frábært. Skemmtilegt, við ætlum að enda þetta á þessu nótum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustun í dag og ég ætla sérstaklega að þakka þeim hlustendur sem kusum í karaoke-keppninni. Við ætlum að enda, já, til hamingju með það. 2 sigraði röðu núna, 3-2. Þorsteinn Guðmundsson, takk kærlega fyrir komuna. Það er búið að vera nóg að vera hjá okkur, enda var þetta fljótt að líða. Ég er að spýta í lóan á varandi þessari karaoke-keppni. Já, þú varst að koma gott lag næst. Ég er búin að vera að fara þetta bara á fíblagangi og gríni og rugli. Ég ætla að hætta því. Fólk það er orðið þreytt á því, nú vill að fá góðan söng frá þér. Getting serious. It's getting serious. Ég hvet ykkur til að hlusta á Rikka sem er að mæta hérna og svo minni á þáttuna morgun, þá verðum við Hjöppi K og aldrei að vita um að Páll Óskar mæti til okkar í spjall, hann ætlaði að láta mig vita í kvöld, þannig við heyrumst á morgun klukkan 4. Takk fyrir mig. Endum við á Óris. Ég ætla að heyra þetta í bílnum, ég ætla að hlaupa út í bíl núna, hlusta á þetta í bílnum.